Svo Darken fjallar hennar karakter Rinn. Hún sem sagt, hún í rauninni, hún fæðist með þessa krafta sem sker hann út frá öðrum, þessa Darken krafta. Með þann möguleika til að eyða orku. Frá upphafi, frá því að hún fæddist, þá hefur hún verið notkuð sem svona vopn hjá The Ceruvian Crown, þetta fantasíu konungsríki sem búin að nýta sér hana. Í byrjun á leiknum þá fær hún þetta mission og við það að gera það þá er hún aðskilin frá konungsríkinu. Og leið og það gerist þá byrjar hún að uppgötva sitt eigið frelsi, sem að heyra sín eigin rödd, Og við förum út í það í leiknum að kynna fyrir leikmanninum þetta frelsi í gegnum valkosti í leiknum. Þannig að því meira sem skilur að, því meiri setjum við aðra karaktera inn og þar að leiðandi meiri valmöguleika í gegnum þetta real-time narrative kerfi. Með valmöguleika, hefur það þá ákveðið leikur að spilast? Það gerir það á ákveðna vegu. Við erum ennþá lítið stúdíó en við erum að reyna að finna leiðir til þess að við getum látið þessa valmöguleika hafa áhrif þrátt fyrir það, án þess að þurfa að þróa heila nýjan leik fyrir annan valmöguleika. En það eru möguleiki á það að hafa mismunandi enda, eitthvað sem við eftir að komast að seinna mér. Og líka stærsti munurinn fyrir okkur held ég að sé í hvernig þinn karakter er. Út af það spila allir Rinn, en þinn Rinn getur bara öðruvísi en einhver annar Rinn af því þú ert að velja öðruvísi valmöguleika í díalógum. Sérstaklega við þá þessa companion karaktera sem eru með þér í gegnum leikinn. Og svo komið ansið flotta aðstöðu þarna með Wakanda, við erum með svona motion capture. Jú, við byggðum og þróum okkar eigin motion capture stúdíó. Við erum með 12 Vicon Vero myndavélar sem eru bara rosalega magna hvað maður getur gert fyrir lítið pening núna í dag. Bæði það og síðan byggðum okkar eigin fotoskanning þannig að við getum ljósmyndaskanna inn leikara og þá í rauninni bara ráðum við leikara inn til að taka hlutverki að sér í heild sinni, líta út þessu karakterinn, leikakarakterinn, allleikakarakterinn, allt það. Þannig að eru þá allir að meðlutina leikakarakterinn í leiknum í rauninni byggðir á okkur leikurum? Já, þannig að við erum með að við akkurat núna 7 stærstu hlutverkin sem við erum allar að setjast niður og skapa eru þau öll hlutverk skönnuð inn af leikurum fullkomlega sko. Og okkur langar að gera þetta eins mikið við getum. Það verða örgulega tilvik þar sem við breytum til og búum til okkar eigin lúk á karakter en jú, í rauninni er þetta allt byggt á alvöruleik.